Jæja Sverrir, þetta var glæsilegur sigur. Þetta var mjög góð sigur á okkur strákunum í dag. 3 mörk, hreint lag, þannig þetta er bara glæsilegt. Og hvernig líður þér? Nú var alltaf mikil press á ykkur eftir að Ómar og Ólífur meiðast og svolítið kalla og kannski þig og Þorlók að koma inn og skora mörkin. Hvernig fannst þú svara kallinn í dag? Jú, maður náttúrulega reynir alltaf að skora eða leggja upp þegar maður spilar en fyrst og fremst er náttúrulega bara mikilvægast að fá sér 3 stig í hús og hvort sem að ég eða Breki eða Bjarki eða Arnar Breki eða whatever sem skora mörkin, það bara skiptir ekki máli, við fengum þessi 3 stig og það er sem skiptir máli. En þú voru að segja mér aðeins frá þessu glæsilega marki sem þú skoraði hana frá miðjum velli. Hvað, varstu bara svona fljótur að hugsa? Sást þarna að Árni var komin út úr markinu? Getur aðeins hérna að rifja upp fyrir mér hérna hvað? Já, sko, mér fannst ég einmitt, ég sá hann svona vera aðeins úr stöðu fannst mér persónulega, en síðan einhvern veginn þegar ég var búinn að hitta í boltann, þá fannst mér hann vera að fara að ná þessu, en endaði bara í skeytinu og verið ekki þar, víst. Einmitt. Sko, hérna pínu skondin spurning, að það var nýleg frétt hérna á fótbolti.net, það sem var að vera að spá fyrir leiki dagsins, og það var fenginn hérna Einar Jónsson sem er hérna, hann þjálfar kallalið Fram í handbolta. Já. Og hann kallaði þig hinn íslenski Zlatan, vissir þú því? Nei, ég vissi reyndar ekki því, en mér líst vel á viðlíkinguna við Zlatan, það er bara góð viðlíking. Einmitt, og þetta var nú svona, hann Zlatan náttúrulega hjólusspyrnu frá miðja mót Englandi, eða mástu þetta tímarki? Já, ég man eftir því, þetta var svona Zlatamark, við getum sagt það. Einmitt, glæsilegt. Herru, bara til hamingju með sigurinn og góða ferð heim. Já, takk hérlega fyrir. Takk, bless.